Já, ég heiti Þorvarður og starfa í Háskóla Íslands, forstöðumaður rannsóknarsetursins á Hornafirði og rannsóknardósent í þverfaglegum umhverfishugvísindum. Takk. Ég var skipaður í þá og beitt, bæði í 3. áfanga og 4. áfanga og ég vek athygli á því að ég var skipaður. Eins og aðrir fagnámsmeðlimir, þá ég valdi þetta ekki sjálfur, ég óskaði ekki eftir þessu, ég fekk óskum það frá stjórnvöldum að taka sæti sem sérfræðingur í faghópi og ég sagði já, tvisvar. Það sem ég ætla að ræða er virkjun sem á Austurlandi og hér hún hefur komið tvisvar til mats í rammaáætlun, fyrst í 4. áfanga og síðan aftur í 5. áfanga. Og hérna sjáum við þetta sem við í 4. áfanga vorum að meta og Hamarsvirkjun þarna til hægri. Hérna sjáum við aðeins betur staðsetninguna og síðan að Djúpivogur þarna aðeins fyrir utan. Og þetta hérna í Hamarsdal og Hraunum. Þetta síðan, þessi mynd sýnir okkur annars vegar áhrifasvæði eins og við metum það að lögum til grundvallar í faghópnum. Svo sjáum við þarna mörk Vatnajökulsþjóðgarðs og þarna friðlandi í Lónsöræfunum og ég vek sérstaka athygli á miðhálendislínunni sem að sést þarna líka. Að nánast allt áhrifasvæðið innan miðhálendislínu og það skiptir máli varðandi landsskipulagsstefnu sem að var þá að koma fram þarna upp úr 2016. Af því að Svanfríður nefndi að það hefur verið alls konar mjög misjafnt hversu mikið samband hefði verið haft við heimafólk og sveitarstjórnir, að þá kom það fram í rannsóknum faghóps 3 í 4. áfanga að sveitarstjórn Djúpavogshrepps vissi ekkert af því að það ætti að standa til að setja upp virkjun þarna upp á Hraunum. Bara svona eitt dæmi af ótal mörgum. En þetta sem sagt 60 megavatta virkjun sem þarna verið að tala og þessa myndi kannski segja ekkert mjög mikið þetta en það sem ég vil benda á það að þetta eru ágengar framkvæmdir. Og það mál sem skiptir mjög miklu þegar við verum að tala víðerni og ýmislegt annað, en sérstaklega varðandi víðerni. Þetta eru ágengar framkvæmdir sem að umbreyta svæði gjörsamlega. Og þarna erum við að tala fyrir utan stíplur og virkjanahús sem reyndar á að vera neðanjarðar, þarna eru vegir og ýmislegt fleira sem fylgir þessu. Þetta faghópurinn sem að ég tók þátt í 4. áfanga og þið þekkið eflaust flest ef ekki öll þessi nöfn. Þetta úrvalsfólk, sérfræðingar hvert á sínu sviði og gríðarlega mikilvægt að vinna í faghópnum með þessu fólki og dýnamíkin í faghópnum var alveg stórkostlega. Þetta var mjög mikil uppsprett af þverfaglegri þekkingu og bara gaman að vinna með svona samhentum hópi. Þetta niðurstaðan matinu okkar í rammaáætlun 4 og ég sett þarna græna kassa utan það sem var metið hæst hjá okkur og það voru þá annars vegar ýmiss konar jarðminjar, sérstaklega vatnafar og síðan landslag og víðerni. Og ef við skoðum síðan áhrifamatið að þá kemur í ljós að þarna eru mjög mikil áhrif sérstaklega á víðerni og á vatnafar. Í skýrslu verkefnisstjórnar þar þetta tekið saman og það kemur fram að svæðið, landsvæðið, Hamarsfjörður Hraun, eins og Þóra nefndi, þá það landsvæði sem þá metið hvort það að fara í verndaflokk. Það fekk hæstu heildareinkunn hjá okkur í rammaáætlun 4. En þarna reyndi tekið fram að þessar verðmætunum var mjög misskipt milli viðfanga.
Og eins og ég nefndi þá voru langhæstu einkunnar fyrir landslag og víðerni, vatnafar og jarðminjar. Minna fyrir lífríki. En Biblía okkar í fag 1 og væntanlega Biblía stjórnvalda sem sjá umhverfismál og náttúruverndarmál eru auðvitað íslensk náttúruverndarlög. Og þó að okkur beri djúp skylda til þess að standa vörð lífríki landsins og líffræðilega fjölbreytni, þá megum við ekki gleyma því að Ísland gríðarlega ríkt af jarðminjum og alls konar jarðfræðilegum ferlum og eins og hefur komið hérna fram áðan af óbyggðum víðernum og síðast en ekki síst stórkostlegu afar fjölbreyttu landslagi. Og náttúruverndarlög kveða á verndun þessara náttúruverðmæta ekki síður en verndun tegunda, vistkerfa og búsvæða. Þannig að þó svo að þessi einkunnagjöf fyrir Hamarsvirkjun henni hafi verið svona misskipt á milli viðfanga, þá breytir það því ekki þarna eru gríðarleg verðmæti undir í ákveðnum flokkum. Nú síðan sem sagt þetta aftur tekið til mats af fag 1 í rammaáætlun 5. Þar var annar mjög glæsilegur hópur fagfólks sem stóð að því mati. Niðurstaða verkefnisstjórnar var sú að leggja til að Hamarsvirkjun eða svæðið Hamarsfjörðurhraun yrði sett í verndarflokk. Og rökin voru þau: svæðið Hamarsfjörðurhraun hlaut hæstu heildareinkunn fyrir verðmæti hjá faghópi 1. Einkunnir viðfanga fyrir verðmæti voru á bilinu 5,8 fyrir lífverur til 17,2 fyrir landslag og víðerni af 20 mest, en hæstu einkunnir fyrir undirviðföng voru 15,8 fyrir vatnafar og 18,6 fyrir víðerni. Og hér sjáum við mat kollega minna í fagbeitt í 5. áfanga, sem getið náttúrulega lesið þetta allt, ég bara lesa hérna upp úr skýrslum sem hafa verið birtar og þessi gögn eru öll til. Við erum bara að reyna að færa þetta til ykkar á svona einfaldara samþjöppuðu formi. Þannig að þetta eru augljóslega gríðarlega mikil verðmæti sem eru þarna í húfi og áhrifamatið sömuleiðis sýnir okkur að víðerni munu algjörlega eyðast, stórskorð höggvin líka í vatnafar og í landslag. Og þannig að þessi niðurstaða verkefnisstjórnar mjög vel undirbyggð með rökum, með staðreyndum. Annað sem að faghópur 1 gerði var að skoða útkomuna úr þessum, þau voru með frekar fá svæði, því nú verið að taka þetta svona í smáskömmtum, svona lotu skipta, í staðinn fyrir að vera að demba á okkur kannski 30, 40, 50 virkjana kostum í einu, þá núna verið að brjóta þetta svolítið meira upp, sem mörguleyti jákvætt. En það mjög, að því að rammaáætlun gengur út á það að gera samanburðarhæft, kerfisbundið samanburðarhæft mat. Það líka mjög mikilvægt að skoða svona einstakar virkjana hugmyndir í ljósi heildarmengisins. Og þarna kom í ljós að með því að bera saman sem sagt þessar hugmyndir sem að faghópurinn í rammaáætlun 5 var að skoða við útkomuna úr matinu í 3. áfanga, þá sjáum við það að Hamarsvirkjun að skora mjög hátt í samanburði við Héraðsvötn, Skjálfandafljót og fleira. Og þar fyrir utan eru ýmis, eins og Þóra alveg nefndi, við horfum líka á erum með gátlista verðmæti sem eru sérstaklega tilnefnd í annarkvort í náttúruverndarlögum eða í stjórnsýslu og þarna var ýmislegt meðal annars stórt svæði sem á náttúruminjaskrá og fleira. Þannig að þetta lokaniðurstaðan frá verkefnisstjórn í 5. áfanga rammaáætlunar að áhrifasvæði Hamarsvirkjunar verði sett í verndarflokk. Þetta tillaga að mörkum þess verndarsvæðis sem yrði þá framvegis friðað fyrir orkunýtingu á vatnsafli, ekki á sauðfjárbeit eða ferðamennsku eða einhverju öðru, eingöngu gagnvart þessu.
Já, flott. Nú, ég ætla að nota tækifærið hérna, nota síðasta tíman til þess að tala svolítið víðerni. Og þið hafi heyrt það nú þegar frá Þóra Erlendi, heyrið það líka frá Skúla, einhver leitir frá Jóni Einari. Þegar víðerni í húfi ekki eingöngu í varðandi Hamarsvirkjun, en það þarf aðeins að útskýra hvernig við í rammaáætlun förum með víðerni, eða metum víðerni. Það nefnilega ekki til nein leiðsögn ennþá frá stjórnvöldum, annað heldur en ákvæði víðerni í náttúruverndarlögum. Þrátt fyrir það að það búið að Alþingi samþykkti þingsályktun tillögu fyrir 25 árum kortlagningu víðerni. Það hefur ekki verið gert. Snemma árs 2021, fyrir 4 árum, eða rúmlega það, næstu 5, þá var sett ákvæði í lög, í náttúruverndarlög, það að hið opinbera skyldi láta kortleggja óbyggð víðerni, svo þau heita núna. Það kort ekki ennþá komið fram, en ég get þó glatt ykkur með mínar heimildir í ráðuneytinu segja mér að drög að reglugerðinni séu núna nánast tilbúin og þau verði lögð fram til umsagnar hjá fagstofnunum ráðuneytisins núna á næstu vikum. En hvað höfðum við til að vinna með? Fyrsta lagi höfðum við kortagerð á vegum umhverfisstofnunar sem stóði yfir í talsverðan tíma. Eina svona semi-opinbera kortið sem kom út þeirri vinnu var gefið út 2009. Ef við skoðum hvar Hamarsvirkjun lendir þar, þá sjáum við það að það sem rautt, það eru ósnortin víðerni eins og hétu þá, að mati umhverfisstofnunar. Næst kemur svona ákveðið tilgátukort sem að Náttúrufræðistofnun Íslands útbjó og kynnti fyrstu sögunar árið 2019. Þar eru víðernin græn. Hvernig útkoman fyrir Hamarsvirkjun, þetta svæði, þar aftur. Nú, í rammaáætlun 3 þá byrjum við á verkefni að frumkvæði skipulagsstofnunar sem ég kalla tilraunaverkefni. Þetta snerist það að búa til nýja aðferðafræði kortlagningu víðerna, en samt byggt á náttúruverndarlögum. Og við skilum á okkur þessu korti árið 2021. Það kort var svo notað af kollegum okkar í rammaáætlun 5 til þess að meta stærð og heilleika víðerna. Já, og þetta þá niðurstaðan. Þið sjáið þarna eru skörð í víðerna þekjuna. Þetta eru auðvitað hálslón en síðan önnur lón sem að tengjast Kárahnjúkavirkjun. Faghópurinn notaði síðan líka annað kort sem að hafði komið fram frá Wilderness Research Institute. Það allt önnur aðferðafræði sem að leitast við að leggja mat á gæði víðerna. Og ef við skoðum síðan leggjum þessi tvær ólíku nálganir saman, þá þrátt fyrir þessi mjög ólíkar aðferðir, þá sýna þau bæði þarna eru mikil víðerni í húfi. Svo alveg að síðast að eitt af því sem hefur komið fram í umsögnum Hamarsvirkjun sérstaklega frá framkvæmda aðilunum að korti sem að ég og mínir samstarfsmenn unnu hafi vanmetið áhrif annarra lóna á svæðinu. Það þá Sauðárveita og annars vegar og Ódáðavötn hins vegar. Það vill þannig til að verkefnisstjórn 4. áfanga óskaði eftir því að skrifa sérstakt minnisblað þetta. Þannig ég tók þetta fyrir. Og niðurstaðan mín var svo í stuttu máli að ef við gerum ráð fyrir fullri skerðingu, 5 km skerðingu frá báðum þessum lónum, ef hægt að kalla það, Ódáðavötn alltaf að kalla lón, og við séum með einhverju stíflu sem var búin til fyrir 60 árum, að þá þarna ákveðin skerðing. En eitt af því sem að ég vona að reglugerðin, þessi sem ég talaði taki á, hvort að
þurfum alltaf að miða við 5 kilometra. Já, en allavega niðurstaðan hjá faghópi 1 í 5. áfanga var það að þetta voru 337 ferkilometrar á óbyggðum víðernum sem að myndu eyðast ef að Hamarsvirkjun yrði og eða væri tekið fullt tillit til þessara lóna hann sikkur megin og svæðið minnka 17 ferkilometra, eftir standa 320 ferkilometrar og matið óbreytt. Takk fyrir.